Góðan daginn, kæra áhorfendur og verið velkomin með okkur á, getum við ekki kallað þetta bara svona official byrjun á fótboltasumrinu svona á alvörunni. Örn Arnarsson heiti ég og með mér hérna í þessari útsendingu Auðun Ingi Hrólfsson, velkomin. Takk fyrir það. Já, þetta fyrsti svona, í Lengjubikarinn alveg keppnisleikir og allt það, en þetta svona, þetta mætti kallast svona startið á fótboltasumrinu í okkur. Já, heldur betur og Káramenn hafa átt nokkuð skemmtilega sögu í Mjólkurbikarnum. Akkurat, og KFS svo sem líka nefnilega. Það það sem kannski gerir hennar leik ennþá meira áhugaverðan að KFS svona Darlington Íslands. Já. Líka, en eins og segi, bæði lið hafa komist langt og strítt stórum liðum. Stórum liðum, FH, Kármennum mættu Víking Reykjavík hérna og KR. Akkurat. Hörkuleikir sko. Já, þetta bara, en þetta svona, ég meina, við erum náttúrulega svolítið eins og beljurnar á vorin núna, sko, bókstaflega. Það bara, þetta náttúrulega búið, körfuboltinn var búin að skemmta okkur alveg ofboðslega vel í allan vetur og það endaði náttúrulega bara eins og það endaði með því að Skagaliðið bara komið í efstu deild og þar að leiðandi kveðjum við körfuboltinn í svolítið stund og meistaraflokkur karla hjá IA var að spila sinn síðasta æfingarleik fyrir Íslandsmóti í gær hérna á heimavelli gegn IR. Við náðum ekki að sýna þann leik en þeir sigruðu hann var allavega 4-0 held ég þegar hann var komið í 90 mínútur, ég veit ekki hvort það endaði. En eins og ég segi, Káraliðið náttúrulega það sem við erum annað þeirra liða sem við ætlum að reyna að gera vel skil í sumar. Já. Og hvernig líst þér á þetta? Ég meina Kári að fara í aðra deildina. Já, þeir eru með mjög svipað lið og í fyrra. Við mistum náttúrulega Axel Freyr Ívarsson, hann fór í Fjölni og hann náttúrulega bara var í liði ásins eins og mjög margir Káramenn í þriðju deildinni í fyrra og fekk stórt tækifæri að spila með Fjölni í næstu efstu deild sem eru með nokkuð öflugt ungt lið og að stefna vantilega að fara upp í sumar. Arnór Valur sem var einn í liði ásins, hann verður með í sumar. Vonandi fær hann bara tækifæri þar til að sýna hvað hann getur því við sáum það vel í sumar að hann var frábær hér fyrir Káramenn. En annars þetta nokkuð óbreytt þannig séð. Kannski bara vörpum upp bara leikmannahópnum í dag. Kristján Hjörvar í markinu, númer 12 og síðan eru aðrir leikmenn, númer 2 Benjamin Mehic, númer 8 Marino Hilmar Ásgeirsson með fyrirliða bandið, númer 9 Matthías Daði Gunnarsson, númer 10 Mikael Hrafn Helgason, númer 14 Hektor Bergmann Garðarsson sem vissulega kom inn á hjá IA í gærdag. Númer 18 Börkur Bernhard Sigmundsson, númer 21 Marti Theodorsson, númer 22 Sveit Svavar Hallgrímsson, númer 29 Þór Lórens Þórðarsson og númer 57 Helgi Rafn Bergþórsson. Þetta að mörguleiti eins og segir, svipa lið og í fyrra en svona með kannski einhverjum örlitlum. Já, þeir eru aðeins að hvíla bara leikmenn sem að spila náttúrulega unnu alla sína leiki í Lengjubikarnum en við eiginlega svona eina nýja nafni í þessum hóp Matthías Daði sem hefur verið svona innan og utan hóp síðast sumar hjá IA-liðinu. Hann að koma mjög öflugur inn. Aðrir hafa verið undanfarin ár og Marino Hilmar orðinn fyrirliði. Hann að spila á miðjunni svolítið í Lengjubikarnum, staða sem við hefum ekki séð hann áður. Svo varamenn einmitt líka Kasper Úlfarsson varmarkmaður, síðan Óskar Vasilevski á varamannabekknum, sennilega einmitt eins og segir hvíld í gangi þar og Sigurjón Logi einmitt líka hann nummer 15 Gísli Fannar Ottesen Kolbeinn Tumi, Sigurður Hrannar og Finnbogi Laxdal. Þetta allt saman, þetta gríðarlega sterkur varamannabekkur. Þetta alltaf bara flestir byrjunarliðsmenn. Finnbogi kominn aftur, hann var í Haukum inn í fyrra og það náttúrulega, hann alveg hann gríðarlega sterkur fyrir þetta lið. Þeir eru búin að spila Káramenn svolítið nýtt leikkerfi, svolítið flæðandi maður segja. Þeir eru að spila 3-4-3 5-4-1 einhvern veginn, þegar þá hefur Benjamin Mehic verið að stíga upp á miðjuna úr miðju hafsendunum og greinlega gengið vel. Þeir eru ósigraðir í Lengjubikarnum og eru að fara í undanúrslit í
í þeirri keppni. Já, gríðarlega spennandi og náttúrulega Andri Júl og Aron Ýmir þjálfarar og Alexander Aron, það hörku teimi náttúrulega þarna í kringum þetta lið. En við skulum kannski aðeins varpa upp hér byrjunarliðinu hjá og leikmannahópnum hjá KFS. Erum með aðeins skertan hóp. Maximilian Antoni Bulga í markinu, nummer 12, nummer 3 Hallgrímur Þórðarsson fyrirlið, nummer 4 Gabriel Þór Harðarsson, nummer 7 Björgvin Geir Björgvinsson, nummer 8 Hafsteinn Gísli Valdemarsson, nummer 10 Sigurður Gretar Benónísson, nummer 13 Ásgeir Elíasson, kunnulegt nafn þar, góðsagnakent með að segja, nummer 14 Daniel Már Sigmarsson, nummer 17 Sæbjörn Sævar Jóhannsson, nummer 20 Baldvin Freyr Ásmundsson, nummer 22 Sigurður Valur Sigursveinsson, varamenn Emil Gautason, Ágúst Marel Gunnarsson, Jóhann Ingi Þórðarsson og Þórður Örn Gunnarsson og þjálfarar Óðinn Sæbjörnsson og Todor Plamenov Hristov. Veistu eitthvað, kanntu einhver deili á þessu liði? Kannski þekktasta nafnið í sem kannski neðrdeildarbolta þjálfarinn Todor Hristov, alveg sprækur og frábær knattspyrnumaður, en það eru nokkrir hérna í byrjunarliðinu sem að eiga leiki í efstu deild og þá fyrir IBVF og Sigurður Gretar hann á nú leiki í efstu deild og næstu efstu deild fyrir meðal hans Vestra minni mig. Þannig að þetta eru nú Þetta eru strákar sem kunna fótbolta. Já, þetta blandað lið, þeir eru með nokkra þarna á 16-17 ára. Já, ég sé að þeir eru hérna 3 í byrjunarliðinu sem eru fæddir 2008. Já. Maximilian í markinu og hérna Gabriel Þór og Sigurður Valur. Já. Og ég meina síðan erum við með strák sem er 2010 módel á bekknum, Emil. Já, þeir áttu nú kannski ekkert besta sumarið sitt í fyrra í fjórðudeildinni, þeir heldur sér uppi á markatölu, en þetta er nú hörku lið og Eyjamenn alltaf sprækir hérna mútið Skagamönnum. Já, þetta hefur nú alltaf verið líka svo sem svona það sem maður hefur heyrt liðið, einmitt þegar þeir hafa komist hvað lengst í bikarnum, að þeir ráðast og hafa jafnvel svona kannski pínu húmor fyrir því sjálfur. Þetta ofta ræðst það hvað skipur í landi, hverjir spila og svo framvegis. En auðvitað er þetta sambærilega lið, myndi ég halda KFS í samskiptum sínum við IBVF og Kári í samskiptum sínum við IA. Þetta er rauninni mjög sambærileg. Já, þessi venslalið og ég held nú að Káramenn hafi verið svolítið binda vonum við nýju reglurnar varðandi venslafélögin sem var vonast til þetta inn í sumar, en gerir held ég ekki. Það sem að máttu skrásetja 5 leikmenn. Já, sem að vera gjaldgengir báðir með báðum liðum. 1 markmann og 4 útispilara sem að mættu spila þá með sínu aðaliði, ef maður segir svo, og venslafélaginu. Það væri alveg nokkrir þar sem að hefði getað spilað fyrir. Og ég get alveg sagt þér það að þessi hugmynd að þessari reglubreitingu er einmitt líka forsendan fyrir því. Það hefur verið rætt svo hugmynd hérna á Akranesi að hreinlega í staðinn fyrir annan flokk kvenna, að þá yrði hreinlega að stofna kvennalið Kára. En það gerist ekki nema einmitt að einhver svona breyting fara á stað. Maður átti þess ekki alveg á okkur hvað stendur fyrir þar, það er kannski einhver reglugerð og lög og eitthvað svona sem þarf að breyta, bæta, en þetta er rosalega stórt tækifæri fyrir marga leikmennu. Arnór Valur var náttúrulega frábær hérna í fyrra og við gerum ráð fyrir að hann er ekki að fara að byrja inn á í sumar, en hann hefur komið við sögu hjá meistaraflokki í Lengjubikarnum og það eru fleiri, Ísak Máni Guðjónsson, Birkir Hrafn Samúlsson og fleiri svona leikmenn sem að Gabriel Snær. Klálega. Styrmir Ellertsson, þú veist, þetta eru svona strákar sem eru, en þeir eru auðvitað með öðrum flokk líka, en hérna, það er alveg spurning sko hvort að til dæmis fyrir þessa stráka, hvort að annarra deildar fótbolti fullorðinna skilur sé jafnvel rétta levelið fyrir þá, frekar heldur en að þeir hafi valum að vera annars vegar í hóp hjá meistaraflokk og að spila með öðrum flokk, skilur. Því að þetta er svona, en þetta er, sko, það er ná örugglega margar hliðar á þessu auðvitað og meðal annars kannski lið út á landi sem að treysta á lánsleikmenn frá stóru liðunum og sem að myndu í rauninni, það myndi breyta svolítið raunveruleika þeirra ef að öll stóru liðin væri bara með sitt venslalið og þeir leikmenn getur labbað þar á milli. Það var kannski orðið erfiðara fyrir
liðin lengur út á landi að fá til sín leikmenn. Já, og svo náttúrulega liði eins og í Reykjavík sem eru með nokkur venslafélög Já. eins og Breiðablik og Fylkir og KR og fleiri. Þannig að það hægt að dreifa þeim betur heldur en kannski bara eitt lið hér, en svo náttúrulega Skallagrímur líka einnig sem að þetta... Sem nú eitt af þessum venslaliðum í rauninni, já. Í samstarfi við annar flokkin allavega. Og Víkingur Ólafsvík. Já, en það styttist í leik. Þetta á að allt saman að hefjast hérna eftir 4 mínútur. Káramenn, byrjunarlið Kára, svona tiltölulega nýlega farnir hérna úr húsi, en kannski örpum upp dómaratríónu hér. Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson mun dæma þennan leik. Birkir Sigurðarsson og Kristján Már Ólafs eru honum til aðstoðar. Það er kannski alveg þess virði að reyna að finna einhverjar upplýsingar, og nú hafa þessi lið spilað sín í milli áður. Já. Klárlega, og mann nú alveg eftir að hafa fengið að við verum með KFS hérna í beinni útsendingu hjá okkur. Vonum auðvitað margir vestmannaeyingar séu að horfa á þessa útsendingu hjá okkur. Nei, það fullt að leikjum í dag í Mjólkurbikarnum, og þetta náttúrulega hvað 64 lið í botninum í fyrstum ferð. Jú, allavega það. Hér erum við nú með, eins og segir, mjög margir leikir í dag. Ef við kannski rennum bara yfir það. Ægir KVF, Spyrnir, Neisti Djúpavogi. Já, áhugavert. Já, Spyrnir auðvitað, talandi venslalið, Spyrnir venslalið fyrir Höttur Huginn. KF, Tindastóll, þetta er svona, en sko ég var að mynda að velta fyrir mér, þessi 2 leikir, Spyrnir, Neisti, KF, Tindastóll, þetta er svona hljómar eins og þetta sé ennþá einhver svona landsluta undankeppni, sem ég held nú að sé ekki lengur, það var alltaf hérna í gamla daga. Já. Þannig að 32 úrslitin í rauninni byrjuðu þegar að undankeppnirnar voru búnar sko í hverjum landshluta. Nei, við sjáum hérna alltaf neðar Víðir Hörður Ísafirði. Já, akkurat, Smári Fálkar, IHKH, HN 2, Víðir Hörður Ísafirði, KFG Reynir, og Einherji Sindri, Uppsveitir Hvíti Riddarinn, Árbær Þorlákur, Álftanes Sindri, IR Dalvík Reynir. Þannig að þá eru komin yfir í Lengjubikar kvenna. Nei, þetta eru alveg gomma leikjum, og þessi skemmtilegt logoið hjá Þorláksmönnum. Já. Hoppandi höfrungur, ég hef aldrei séð þetta áður. Nei, það er náttúrulega komið hellingar nýju liðum eins og með tilkomu 5. deildar. Akkurat. Já, þetta virðist vera nóg framboð af fótboltamönnum, og þá þurfa þeir það þarf einhversta verkefni fyrir þessa menn. Já. Og konur auðvitað. Já, ég man þá tíð þegar það voru bara 2 deildir í kvennaboltanum, og í rauninni önnur deildin á þeim tíma, næsta efsta deild var oft fálið sko. En eins og núna þetta er komið með, er ekki Lengjudeildin 12 deild? Jú. Og sko önnur deildin var 10 eða 11 lið í fyrra, held ég, þannig að það var 13. Já, einmitt. Þannig að þú sér það, þetta er alltaf gerast. Skagaliðið auðvitað í Lengjudeildinni, annað árið núna, stóðu sig vel á síðast tímabili, konurnar. Og verður gaman að sjá, sko, einhver lítill fugl hvíslaði því að mér að það væri háleit markmið. Já. Hjá kvennaliðinu í ár. Ég trúi því alveg. Og ganga vel á undirbúningstímabilinu. Já. Gott það er ekki bara með 100% sigur hlutfall. Eiga leik á morgun í Lengjubikarnum. Gott að það er síðasta umferðin. Já. En ég held að það séu búin að tryggja sér sigur í þessari B-deild. Ég minni það, já. Og svo maður þetta nefna að Skagamenn út í Heimi er að keppa í dag. Arnar Sigurðsson er í byrjunarliði Malmö í fyrsta leik. Já. Það er spennandi að sjá hvernig það ferur. Akkurat. Maður er búin að heyra fregnir því að
að stuðningsmenn Norrköping ekkert sérstaklega glaðir með hann. Nei, þeir eru ekki sérstaklega ánægðir með hann. Sorglegt að heyra Það frá svona hlutum. Kemur fólk kannski óvart en það er gríðarlega ástríða í Svíþjóð fyrir fótboltanum. Já, ástríða er einmitt, já, það er eitt orð yfir það sko, en hvort að já, ástríða, já, þeir eru mjög heitir, skulum segja, og jafnvel full heitir á köflum. Það er svona húlíganismi einhver hluta vegna, hefur það viljað loða við Svíþjóð á köflum. Kannski einna mest af Norðurlöndunum. En þá eru Káramenn ásamt dómaratríónu að labba hér inn í hús. Mjólkurbikar KSÍ að fara að rúlla af stað hérna á Skaganum og fótboltasumarið, formlega, sett í gang á Skaganum. Og við munum, eins og ég segi, maður er alltaf að passa sig að lofa ekki upp í ermana á sér, en markmiðið hjá okkur á IATV er að sinna Káraliðinu mjög vel í sumar og við munum þá tíð þegar þeir voru í annarri deildinni síðast og það var á köflum stórkostleg skemmtun og heldur betur. En síðan auðvitað lengi til kvenna í beinni hjá okkur líka í sumar auðvitað og svo Norðurálsmótið og hver veit nema Powerade mótið í ágúst verði líka í beinni. Það getur vel verið. Já. Svo getur alltaf dottið inn eitt golfmót og eitthvað svona, þannig að það er bara að gera að fylgjast með og fylgja okkur á YouTube, vera áskrifandi og jafnvel að merkja við, smella á bjölluna til að fá tilkynningar í hvert skipti sem að við setjum inn eitthvað nýtt og þegar við förum í loftið að þá verður engin friður á heimilinu og fólk verður bara að gjöra svo vel að setjast niður og horfa á IATV sitt. Og síðan auðvitað erum við með dagskrána okkar, svona allavega eins og ég segi, áætlaða dagskrá á iatv.is. Þar er hægt að sjá lista yfir það sem framundan er hverju sinni með fyrirvara sjálfsögðu að við náum að manna hvert verkefni fyrir sig. En það tókst í dag og við erum bara eldhressir með það. Venju samkvæmt. Hvað ætli Svenni orðið margar svona myndir? Og hvað ert þú á svo mörgum svona myndum með henni ekki? Ég er á fáum. Þú ert á fáum? Já, nokkrum. Já, nokkrum einhver, já, einmitt. Þannig að kannski man nú ekki hvort að við vorum fannir að sýna mikið frá. Náður þú að vera leikmaður hjá okkur í beinni? Já. Ekki? Gæti vel verið. Við spilaði mest útileikina þegar náðu ekki að manna kannski allan hópinn. Já. En þetta er einmitt svipað með mig sko, körfuboltaferil mínum var lokið þegar IATV var til. Já. En ég var nú reyndar einmitt í öðru hlutverki svona framan af en þá heyrðist í mér oft bá svona eitthvað í mikrofón hérna á Vesturgötunni. En hver veit nema maður taki fram skóna ef Óskar er að horfa, þjálfari meistaraflokks karla í körfunni. Ég á nefnilega ekki sko úrvalsdeildarleik ennþá. Nei, þannig að í nýju íþróttahúsi. Í nýju húsi, hversu flott væri það að svona, er það ekki alltaf í hafnaboltanum, það er einhver svona, einhver hefðarfrú eða maður sem á fyrsta pitchi í úrslitakeppninni. Það er að fá fyrsta skot. Já, fyrsti þristurinn í nýja húsinu, það verður í boði. Nei, ég held að þetta sé kannski eitthvað svona. En leikurinn er kominn á stað. Já. Og Káraliðið byrjar með boltan, sjáum hérna Benjamin og Helgi og þetta ekki Mikael Hrafn sem eru hérna í öftustu línunni. Sveinn Svavar, sko ég hefði alveg eins búist við Sveini Svavari sko meðan við hvernig hann hefur verið að spila undanfarin ár hjá Kára að þá, hér er bara strax færi en að svona þá hefði maður alveg eins búist við honum að fá kannski einhver tækifæri með meistaraflokki hjá IA. Já. En það kannski hefur aðeins hægst á þeirri framþróun eða eitthvað. Hann meiddist aðeins í fyrra og eins og við sjáum hann núna, hann á handleggbóti. Þannig að, hann er þó ungur og alltaf séns sko. Það hefur
kannski vantar svolítið líka bakverði í svona til þess að bakka upp þessar tvo sem eru. Já, en náttúrulega meðan að Jón Gísli og Jóhannes eru heilir, að þá það er ekki margir sem eru að fara að skáka þeim. Nei. Gísli Laxdal auðvitað kominn aftur heim, Já. spilaði í vinstri bakverðinum í gær í fjarveru Jóhannesar Já, sem að var veikur, en hann er klárlega valkostur einmitt líka, sem sagt bæði hægra megin og vinstra megin. En já, eða bara frammi. já, nákvæmlega, og hann endaði einmitt þar í gær. Ég held nú að vera að hugsa hann sem Alveg, fyrir Hinrik Harðarsson alveg örugglega. sem sendur í dögunum. Og Við sjá Mikael Hrafn spila svolítið aftarlega heldur en hann hafði vanlega að spila. Það er hérna einhvern veginn vinstri hafsend eða svo. já, við höfum nú jafnvel séðan sko bæði í bakvarðarstöðunni síðan að við fórum að fylgjast með Kára-liðinu hérna á ITV. Hann hefur bæði spilað í vinstri bak og eins inn á miðsvæðinu. Já, Þetta er svona nýtt hlutverk sem við erum að sjá hér. svo alltaf Martin Theodorsson kominn aftur líka og Var hann ekki með IR í fyrra? IR, jú. Já. Klárlega styrkur einnig fyrir liðið og þetta kannski sýnir kannski í rauninni kostin við það að vera þessari deild ofar. Já, Að þú veist, þetta snýst alltaf að leikmenn finni sér sko verkefni við hæfi heldur betur. og sjáum að Kristján er hérna bara vel framalega. Já, hann er búinn að vera að spila svona í Lengjubikarnum í rauninni bara sem djúpum miðjumaður nánast. Þeir eru að ýta liðinu gríðarlega hátt upp Já. og þessi miðju hafsend sem að núna er reyndar Helgi Rafn stígur upp. Þetta er mjög áhugavert, þannig að þú veist, maður sér oft djúpa miðjumanninn droppa á milli Já. hafsendara, en þannig er bara að vera komið með markmann í þá stöðu. Þetta er, en auðvitað kannski á móti liðum með sterka spyrnumenn, en það má ekkert mikið út að bera þarna. Nei. Ef að Benjamin á, Kristján. Helgi reynir sendingunni í gegn á Hektor sem að er þarna frammi. Að koma Vestmannaeyingar. Sigurður Grétar með boltan. Leggur hann tilbaka en finnur ekki Samherja. Þór Lórenz. Hann missir boltan. Hann fá eitthvað fyrir sinn snúðana, fekk ekki. Benjamin sultur slakur, tekur hann niður bara. Nú ekki 100% rétt leikskýrslan hérna sem við erum með aðgangað hérna inn á KSÍ. Hérna í vinstri bakverðinum eða á vinstri kantinum er hér leikmaður hjá KFS nummer 16 sem er ekki á skýrslunni. Nei. Það er engin leikmaður nummer 16, þannig að við þurfum að beita útilokun aðferðinni til þess að greina mögulega hver hann er. En við munum auðvitað gera það. Sjáum að hérna Daniel Már, nummer 14, hérna fremstur hjá KFS. Kemur langur bolti yfir frá Benna. Þetta hefur oft séð hjá Karolínu. Þór með boltan fyrir markið og Hektor Bergmann skorar fyrsta markið. Virkilega fallið sókn og þetta við erum búin að sjá að þetta er kannski annar eða þriðji boltinn sem við sjáum Benna smellunum hérna yfir til vinstri. Og þetta mark á Hektor. Það er Hektor. Var það ekki? Eða númer... Var þetta ekki? Nei, þetta var... Jú, Hektor. Var þetta Hektor? Já. Já. Hektor Bergmann Garðarsson. Og þetta mark á 50 mínútu. Við getum kannski séð það aftur hérna. Sjáum hennan bolta hérna frá Benna. Þetta er geggjur sending og fyrirgjöfum frá Þór bara frábær og staðsendingin hjá honum Hektori. Hektor, sko Hektor er, og ég sagði þetta í einhverju útsendingu hérna fyrir í vetur, þar sem að Hektor var að spila, hann hefur einhverjar staðsetningar
sem að sem bara ekki hægt að kenna. Nei, það akkurat það sem ég ætla að þú veist, það bara hann kom örugglega inn á hvort þetta var leikur með meistaraflokk ÍA. Já. Við erum nú ekki sýnt nema 2, annars var það Fjölnisleikurinn og ég man ekki hver einleikurinn var. En hann kom sér í einhver 3 eða 4 færi, sko. Þannig að þetta virkilega. Þú ert að reyna að segja að þetta sé eitthvað meðfætt. Já, svona óbeint, þá ég að segja það. Bolti í gegn. Og Matthías náldi hann á honum. Maximilian gerir vel. En fínt fyrir Kára-lið að fá mark svona snemmi í leikinn. KFS kannski ekta svona lið sem hefur náð að hanga á 0-0 nógu lengi. Já. Að þeir getu þá í rauninni strítt. Skrýtið sendingarna á Helga, bara beint út af. Benni aftur á Kristján. Kristján með langan bolt hérna, Sveinn Svavar með nóg plás og hann inn fyrir Matthías. Við náum að vera fyrir þessu og Matthías vill vera snöggur að taka hornið. Já, þetta áhugavert. Snöggur að setja hann inn í teginn. Benni var að mæta hana. Þór Lorenz. Þór með skotið og Maximilian með frábæra markvörslu en skotið hjá Þór. Geggjað. Þetta verður að sjá aftur. Matthías mjög snöggur að taka hornið. Ekkert að gefa mönnum séns á að stilla hann eitt upp og hann bara á vítateigslínunni með bara Maximilian gerir vel, markmaðurinn ungi. Og Benjamin hérna í færi og aftur það Þór sem að tekur frákastið. Þetta Mikael hvað Boltinn sprunginn, virðist vera. Já. Þór hefur sparkað svo rosalega inn. En það er gaman að segja frá því að Maximilian þessi í markinu, ég man eftir að hafa komið og hort á leik með honum hérna á Norðurlandsmótinu á sínum tíma. Já. Hann var með ég á frænda í Vestmannaeyjum sem fæddur sama ári. Já. Og þeir voru saman í liði hérna. Þannig að mögulega hann að horfa, bara byrði kærlega að heilsa út í Eyjar. Já, þetta komið í gang aftur. Kristján Hjörvar, hann fekk skrifandi samning á meistaraflokki ÍA daginn. Það nú bara fyllilega verðskuldað. Frábært tímabil síðust sumar. Nú vann sig svolítið bara inn í liðið. Hann byrjaði nú ekki Logi Mar haldist hann byrjaði mótið en ég nokkuð vissum að Kristján hafi nú Þór Matthías á fjærstönginni setur hann út í teginn. Hektor með fína snúning enn og aftur. Hektor að finna færin. Skotið í varnarmann. Fín sókn. Taka sér aðeins meiri tíma í þetta núna. Taka þetta stutt. Þór kemur síðan með hann hérna inn á teginn og vandræðagangur. Maximilian út úr markinu og það hornspyrna. Já. Benjamin að setja press á strákinn hana.
Sveinn Svavar býður sig stutt, fær hann ekki, eða hvað? Nei, Matthías með hann fastan inn á teginn. Marno Hilma var tilbúin hana. Hann var klár með hægri fótinn hana. En þetta er gríðarlega áhugaverð taktík með Kristján hana. Já. Aftast hann í uppspilinu, sko. Þetta er svona, menn taka þetta út í öfgar. Þetta er svona eins og innanúrsboltinn var hérna þegar markmennirnir voru aðalmennirnir og markahæstir oft því að þeir voru bara að stjórna spilinu. Þetta er svona minnir mig pínu á það, sko. Nú er það ákveða Vestmannaeyingar að spilna þessu langt. Hallgrímur skallar þetta frá og brot hér, aukaspyrna dæmt. Það er Sæbjörn Sævar sem að braut þarna á Marino. Matthías. Þetta er hérna frábær sending hérna og Sveinn Svavar í baráttunni. Matthías með flotta hælsendingu hérna á Svein. Hann tilbaka á Benjamin sem kemur sér inn á teginn og aukaspyrna dæmt á Börk. Frábærlega spilað hérna á Þór og Marino. Þór setur hann út á Börk sem er með boltan hérna með skot að marki. Maximilian nær að halda þessu. Ágætis upplaup hérna, byrjar allt hérna á miðjusvæðinu hjá Marino og Þór. En skoti frekar máttlítið, hann þarf meira en þetta til þess að sigra Maximilian í markinu. Við virðist vera að það er eitthvað búið að breyta reglunum eða hvort dómarinn sé bara búinn að breyta þeim þegar að boltinn fer með upp í járnið. Vanalega sendir liðið sem að skaut upp í tilbaka. Já, ég held að þetta sé að breytast aðeins áslutnar þetta. Nú fær liðið bara boltan. Þetta er væntanlega til þess að koma í veg fyrir að menn sé að tefja alltaf mikið. Já, akkurat, og í rauninni nýta sér regluna svona, þetta er svona, maður hefur séð þetta, lið hafa alveg notað þetta sem svona hálfgert svona loophole ef þú ert undir mikilli pressu. Já. Að geta komið boltanum alveg yfir á hinn enda vallarins óáreittur, skilurðu. Það er náttúrulega bara, þetta er svona kannski, við sjáum þetta hér. Já, þetta svona stríðir pínu gegn bara andalagana held ég. Það var nú oft talað um það hérna, manni ég hér áður fyrr. Já. Að þú veist, lögin segja eitt og svo er kannski framkvæmdar að þeim oft ekki alveg í anda þeirra. Nei. En þetta er miklu nær því. Marteinn, nei Þór segi ég. Þetta var Marteinn. Þór liggur hér eftir. Brotið á honum. Svona óþarfa brott. Benjamin með sjáum að bara leikurinn fer fram hérna nánast bara á hálfum vellinum. Já. Flotti bolti á Mikael. Þór síðan með misjöfna fyrir gjöf. Sko þetta er nánast þannig að það væri hægt að vera með æfingu í 5. eða 6. flokki hérna á öðrum helmingnum á meðan. Já. Meðan það er ekki oft sem að sér þetta alveg svona en það er gríðarlegur munur á
á liðunum. Það er spurning hvort að Eyjamenn ná eitthvað aðeins að finna einhver svör, en þeir geti allavega svona kannski haldið boltanum aðeins og ógnað liði Kára eitthvað smávegis. Helgi sterkur hérna og Marteinn Finnur Þór, hann tilbaka á Benjamin setur hann á Kristján. Marteinn með pláss hérna, fínn bolti hérna yfir til hægri, Sveinn Svavar inn á teiginn, nær að taka niður, leggur hann út á Hector og sér er Marino með skotið í 2 varnarmenn. Og enn og aftur þessir löngu skáboltar að svona valda smá vandræðum hjá kannski færslurnar ekkert mjög hraðar hjá Eyjamönnum. Og Káramenn að ná að nýta sér það. Þetta er svona nafni sem kemur upp í huga. Sverrir Mar Smárason var mjög iðinn við þetta hérna á árum áður. Já, heldur betur. Í sumar þá mun Marno Hilmar, ef hann helst heill og spilar, þá mun hann ná líklegast yfir 200 leikjum fyrir Kára. Það er náttúrulega bara geggjað sko. Hann er að verða svona Kára legend sko. Eins og þjálfarinn sem að er að stýra þeim í dag. Það liggur Hafsteinn Gísli eftir. Heldur er það hendin á honum? Já. Hann er lent illa þarna, ég ætla nú ekkert að reyna að sýna þetta aftur. Nei. Vinstri hendin á honum, úrliðurinn. Eða hvað? Ég held að spreyið góða mun ekki gera mikið fyrir hann þarna. Nei, svona þetta lítur ekki vel út fyrir hann. Spurning hvort hann hafi farið á lið eða eitthvað svoleiðis. Já. Það hefur verið að halda honum niðri. Já, við skulum zooma frá þessu. Takk hérlega fyrir það. Ingimar Elvar sem er á myndavélinni hjá okkur. Það er spurning hvort við getum bara séð stúkuna eða eitthvað með hann. Það er fín mæting. Eins og vanalega. Svo sem maður séð fleiri. En veðrið er gott og við erum hérna inni. Já. Það eru töluvert kaldara hérna inni í höllinni heldur en úti. Já. Eins og svo oft áður. En nokkuð ljóst að Hafsteinn er ekki að fara að halda áfram held ég. Nei, þetta er mjög ótrúlegt. Já. Eða hvað? Nei, hann er... Það sé alveg klárt. Já. Þótt þessi fótbolti, þá er ekkert sérstætt að vera einhentur í boltanum. Nei. Ég er svona búinn að vera að reyna að nýta tækifærið hérna og nota útilokkunaraðferðina til þess að reyna að finna þennan leikmann sem er númer 16 á skýrslunni og ég held ég sé búinn að spotta að það er engin leikmann númer 4 inn á vellinum en hann er á skýrslunni, Gabriel Þór Harðarsson sem er skráður númer 4 en mögulega númer 16 í treyju númer 16. Já. Mögulega. Já, en Hafsteinn Gísli er að fara að velli. Og sjáum að þarna er
varamaður hans að gera sig tilbúinn. Leikmaður númer 6. Ágúst Marel Gunnarsson. Þú sást númerið á hann. Já. Fáum við það bara staðfest hér. Já. Og já, fyrir hálfleikur hálfnaður. Auðvitað bætt einhverju töluverði við núna. Já, þetta voru kannski rúmar 5 mínútur eða svo. Helgi vinnur boltann fyrir Kára, fyrir í tæklinguna. Já. Þetta var snirtilega gert hjá honum. Hefði hæglega geta Og fær farið úr böndunum og fær Já. aukaspyrnuna. Vel gert Helgi. Sama bróður hans, Sigurjón Logi, sem var nú valinn besti leikmaður Kára hérna í fyrra og var nú tilnefndur sem besti leikmaður þriðju deildarinnar. Hann er kominn á bekkinn loksins. Hann er búinn að vera meiddur eiginlega bara í allan vetur. En það er gríðarlega sterkt að fá hann tilbaka. Hann er nú við svona mestmegnis fyrirliði. Hann var mestmegnis fyrirliði í Algjör fyrra. lykilmaður bara Algjör. undanfarin ár. Hann fór í, Frábær á síðast tímabili, algjörlega. skoraði eitthvað 10-12 mörk held ég. Þór með boltan inn á Marteinn teginn. Marteinn Theodórsson tekur hann Theodórsson er að niður. taka niður Maximilian Ver en boltinn, já, hann lekur framhjá. Þetta, Þetta var markspyrna með sig. já, sjáum þetta aftur hérna. Tekur hann bara niður Já, og og fer fer þetta síðan að Berki aftur fyrir. Já, eða lærun hans Martins. Já, þetta, en sannarlega dauða færi og Algjörlega. Marteinn eflaust ósáttur við sig að hafa ekki náð að klára þetta. Þannig Hektor tilbaka á Mikael. Mikael, Þór. Hann á Marteinn. Sveitsvafa fer á stað hérna upp í hægra hornið. Þeir ná yfirtölu trekk í trekk á Já. köntunum. En menn ná að færa núna. Mikael út í vinstri og Þór var ná með netta snertingu þarna. Benjamín, þá er Þór með pláss vinstri veginn, sendinginn og vattalega Þór, hann missir jafnvægi þarna eins. En þetta er klárlega eitthvað sem er taktískt undirbúið að einhvern veginn færa boltan og svo snöggt Já, að fá langan bolta yfir á hinn kantinn og í rauninni þetta er svona, maður myndi ætla að KFS-liðið kannski einmitt hafi ekkert eins mikið úttalt í Nei. að standa í þessum færslum stöðugt í 90 mínútur. nei. Þannig að þetta ætti að verða alltaf erfiðara og erfiðara fyrir KFS að verjast þessu. Frábær sending frá Benna inn fyrir á Svein. Sveitsvafa leggur hann út. Marino aftur út á Svein. Svavar slökk fyrsta snerting hjá honum. Benjamín kemur í stuðning hérna. Eftir yfir á Marteinn. Mikael, KFS-liðið komið mjög aftalega núna og Mikael í skotið en þannig voru rauninni allt KFS-lið komið bara síðasta fjórðung. Já. Yfirburðir Kára eru það miklir. Sjáum aftur hérna Hafstein. Spurning hvort að hreinlega en hljóta að vera búin að kanna það hvort að það þarf að ringja á sjúkrabíl eða hvað. Vonum að þetta fari allt saman vel hjá honum. Já. Fæddur 96, leikreyndur, hefur spilað fyrir Fjarðabyggð og Njarðvík meðal annars á sínum ferli. Í eftirdeildina. Já.
Já, hann á leik í Pepsi-deildinni 2014. Hann er uppalinn í BVF-ari, eins og þeir myndu segja út í eigin. Spilað. Já, Mattias sendi kýlinn Frábær fyrir sending. Hector með flott hlaup. Börkur með honum en vörn hana á fyrirliðanum. Já. Hallgrímur. Já, þetta virðist ætla að vera mjög svona þægileg byrjun hjá Káramunum. Það verður spennandi að sjá líka hvað þeir gera í Lengjubikarnum, hvort að þeir ætli sér að bara ná sér í titil þar. Já, það hljóta stefna nú á það. Já, komnir þetta langt og einmitt gengið eins og það hefur verið eins og komst inn á hann. Já, Mikael, það nálgast, sendingi frá honum, slök og að reyna smástundarmenn að og framherjar. Við því hvort að allir áhorfendur eru meðvitaðir fyrir hvað KFS stendur. Knattspyrnufélagið Framherjar og Smástund, þetta voru 2 félög einu sinni. Já. Nefnilega. Og maður sér að enda í dag að sumir þessar leikmennir sem eru skráðir framherjar. Já, það er bara svoleiðis. Hann vilja allir vera framherjar. Já. Það sé ekki bara ennþá. Ja, það hafa alls konar menn spilað með KFS eins og það er í gegnum tíðina. Tryggvi Guðmundsson held ég að hafi áður spilað með KFS. Heimir Hallgrímsson, tannlæknir og fyrrum landsliðsþjálfari Íslands, spilaði með KFS í nokkur ár. Þannig að þetta er sögufrægt félag og margir stórn öfn af að þetta viðkomið. Já. En það er nú eitthvað aðeins mikið að það. Mittist á einmitt Sigurjón áðan, þá er náttúrulega, eins og maður segir, Marín og Hilmar í formi er að styrkja þetta Káralið eins og hann var á síðasta tímabili. Hann var náttúrulega einnig algjörlega frábær og að ná að haldast heill í langan tíma. Bara gríðarlega mikilvægt. Já. Af því að sko, hann er náttúrulega orðinn einn af reynslu boltunum í þessu liði, skilur við, að í svona liði þar sem þú ert með að spila mikið af annarflokksstrákum, að þá er líka mikilvægt að vera með reynda leikmenn með sér. Ég ætla að segja að hann er í rauninni langelstur. Já. Hann er 30 árnu og næstu menn fyrir neðan, það eru Þór Lórens og Óskar til dæmis, þeir eru 5 árum yngri. Já, einmitt. Og svo er ekkert þar á milli í rauninni, nema ef svo skildi vera að Hilmar Halldórsson dettur inn eitthvað í sumar. Já, einmitt. Það var nú 4 árum eldri hann var nú, þannig að já. En þetta er náttúrulega svipað eins og ég meina þetta er náttúrulega Andri Júlíusson var náttúrulega einmitt þessi gaur, langelstur í liðinu. Það duttu inn svona inn á milli, Eggert Kári var hana og svo Garðar Bergmann, Garðar Bergmann, Jón Vilhelm. Já, einmitt, reyndar. Einar Logi og svona. Já, en hann var svona þessi svona kjölfæri, eða svona, hvað kallar maður það, fastinn eins og þeir tala í stærðfræðinni, sko. Þetta betur. En hann er hér enn. Og þá er hotspinna. Vantar í rauninni bara fleiri mörk. Má nú rósa KFS-mönnum í rauninni fyrir það, svona kannski fyrir utan fyrstu tíminn er eitthvað svoleiðis, að þá hafa kannski Káramönnum ekki tekist að skapa sér einhver svona galopin færi. Kemur hotspinnan inn á fjær. Góður bolti hana. Já, Hallgrímur skallar þetta frá en ekki langt. Sveinn Svavar inn á teginn, boltinn dettur dauður þar. Þá er bara Gabriel kemur svo frá. Þarna gerist akkurat þetta sem við vorum að tala um og Kristján. Nei, engin aukaspinna. Nú eru Vestmannaeyingar ekki alveg sáttir. Þá koma bara Þór Lórens með skiptingu niður á Svein. Við erum að sjá þetta aftur hérna, en þetta er akkurat það sem er kannski hættan. Já. Ég man nú eftir marki
hjá KFS í bikarnum einmitt fyrir ekki svo löngu síðan sem að var nákvæmlega einhvern veginn svona skot lengst utan að velli þar sem hitliðið var að reyna að sækja á Martein og Maximilian síðan ver þetta en við skulum kannski reyna að sjá aftur þetta atvik hérna. Nei, þetta nú reyndar Jó, kemur þetta missir boltan of langt frá sér. Þetta hefði verið mjög gróft að dæma aukaspyrnu á þetta en þá líka spurning, hefði verið dæmd aukaspyrna hann ekki bara fokinn af velli? Það mjög góð spurning. Hector ekki en þetta fyrir Mattias á Martein. Ná að verjast. Benjamin og Mattias kemur hann fyrir og það enn einn hornspyrnan. Já. Og búin að vera mjög góða spyrnur í honum Mattias og kemur hann óvart að hann sé að taka þegar menn eins og Þór Lorenz og Mikael Hrafnir inn á sem að eru frábæra spyrnur. Hann hann Þór heldur honum. Helgi á fjærstönginu skallar þetta út á Hector sín í skotið en Hallgrímur fyrir. Gerir vel Mattias. Þetta markfyrna. Það svona smá rugglingur einmitt líka á leikskýslunni hjá Káramönnum, það svona víxla númerum. Mattias er númer 9 á skýslunni en Hector í treyju númer 9. Marteinn er númer 21 á skýslunni en í treyju númer 14 og einmitt Hector skráður númer 14 og í treyju númer 9 þannig að þetta svona einhver smá rúlletta þeirra á milli. Það kannski svona vorbragur á því. Já. En aukaspyrna og spurning hvort það freista þess að færa liðið eitthvað aðeins, gefa sér smá tími í þetta, fá liðið örlítið framar en það ekki mikill þungi. Kemur reyndar fallegur bolti hérna inn fyrir vörnina. Mikael verst þessu, kemur sendingin út á Ásgeir sem, og hér bara fyrsta mark KFS! Upp úr nákvæmlega engu. Þetta var... Hver var það? Það var hann Daniel Már Sigmarsson. Daniel Már. Framherjinn. Það bara eins og það slökkna á Káramönnum manni smá stund. Já, þetta mark hérna á 34. mínútu og við skulum sjá það aftur. Þetta, ég kemur bara upp úr aukaspyrnu hérna, frábær fyrirgjöf og bara Helgi gleymir sér og Daniel bara fyrir aftan hann og Gerir vel og nú þurfa bara Káramenn að byrja upp á nýtt. En þetta náttúrulega kannski það sem erfitt við að spila svona leiki eins og Káraliðið búið að gera. Þeir eru búin að vera með algjör yfirburði og í rauninni að halda fókus, sérstaklega ég tala nú ekki í öftustu varnarlínu sem það ekkert búið að mæða á þér. Já, það náttúrulega hægðist töluvert á leiknum þegar Hafsteinn fór út af hennar middur og Hector. Frábær varn, það að koma stemming í Vestmannaeyinga, það náttúrulega það aldrei gott fyrir andstæðingarna. Það var enn hornspyrnan. Já. Og Hector rétt með sér þessu og síðan það Benjamin sem að skallar og yfir markið. En 9 mínútur eftir að venjulegum leiktíma hérna í fyrri hálfleik grunar við förum alveg upp í 50. En bara óvænt, 1-1. Mjög óvænt. Þetta var fyrsta og eina færi þeirra í leiknum og það var bara mark. Já.
En það má aldrei afskrifa neitt lið í rauninni og síst af öllu held ég KFS í bikarnum, eins og við komum inn á hérna í fyrir leik. Ég meina þeir hafa líka strítt alls konar liðum í bikarnum. Og hér koma þeir aftur. Káramenn bara þurfa að vera á tánum hérna varnarlega. Boltinn inn að markinu en Kristján grípur þessa fyrirgjöf. Það var Ágúst Marel sem að reyndi. Matthías kemur þá upp með boltan, skiptir yfir til vinstri, aðeins og fyrir framan Börk hana. En hann heldur boltanum, kemur hann á Þór. Þór með boltan yfir á Matthías sem að setur hann út í teginn þarna, nær ekki að skjóta á markið. Og Hektor setur pressu þannig að vinnur hornspyrnu. KFS dutt út nú í fyrstu umferð í fyrra á móti KVAF. Boltinn á Þór Lóren sem að kemur hann fastan inn á markinu. Skot reynilega bara að marki hjá Þór. Sjáum það aftur hér. Helgi rétt missir á honum þarna en Þór klár á fjær. Vantaði ekkert mikið upp á þetta. Já, hvaða ár var það hérna sem að þeir fóru? Var ekki bara reyna sjónvarpsleik út í Eyjum? Akkur finnst mér eins og það hafi verið. Það getur bara vel verið. Já, þú veist gott að það hitt ekki meira sér bara á, þú veist, Góðslakahátíð eða eitthvað svona. Það var eitthvað rosa húluma í kringu það dæmi. En sjáum hérna að þeir vita af Kristjáni hann framalega í markinu og Daniel reynir að skjóta en það tekst ekki hjá honum. Mér sýnist að hafa verið hérna sumarið 2021 þar sem við unnum Víking Ólafsvík. Alveg rétt. Og töpuðu svo, já, þetta hefur verið hérna helgin eftir Verslunarhelgina. Já. 1,5 viku þar töpuðu þeir reyndar 7-1 á móti HK. Já. En þessi leikur á móti Víking Ólafsvík, hvernig fór hann? Þeir unnum 4-2. 4-2. Það er, ég held, fjórða marki í þeim leik. Er það ekki bara alveg á 90+? Mark Teddarsson var nú að spila með Víking Ólafsvík. Já. Og Mikael Rapp og Hlynur Sævar og Guðfinnur Þór. Já. Og þarna, já, 90+4. Þetta er markið sem ég var að tala um á, Víðir Þorvarar. Já. Talandum einmitt svona nöfn sem hafa spilað fyrir KFS. Og þarna sé ég nafnið Ásgeir Elíasson. Hann hefur verið að spila í þennan leik sem er að spila núna hér. Og Björgvin Geir. Og Hallgrímur sem er með fyrirlið. Já. Og Hafsteinn Gísli sem að fóra að velli á hann. Þannig að, eins og ég segi, þetta er sýnd veiðin ekki gefin eins og einhver hefði sagt. Já, heldur betur. Og hér koma Eyjamenn með boltan inn á teginn. Marinó Hilmar mættur til þess að reynsa þetta frá. Sæbjörn tilbaka og Björgvin. 5 skagamenn á láni hérna í Víking Ólafsvík. Í þessum leik? Í þessum leik. Bara komið svolítið sjálfstraust í KFS liðið og fá hér aukaspyrnu á fínum stað. Brotið þarna á Ásgeiri. Já, þetta sigurmark, þetta fjórða mark KFS í þessum leik var einmitt sko að Víkingar voru komnir allir fram. Já. Og ég held að hann hafi skorað bara sko af eigin vallarhelmingi. Og hér er það Ásgeir með aukaspyrnuna inn á fjársvæðið. Helgi skallar þetta bara aftur fyrir. Og nei, ég menn ekki sáttur þetta. Ég skil það bara mjög vel. Nema að þess hafi verið einhver svona Salomónsdómur í staðinn fyrir að dæma aukaspyrnu á KFS. Já. Af því að það svona var farið aðeins utan í hann hérna í skallanum. Nú er það Káramenn að reyna að byggja upp sókn hér. Ég held að Eyjamenn hljóta, ef að þetta verður staðan þegar þeir fara inn í hálfleikinn, þá er ég nokkuð vissum að þjálfarateimi
KFS verður mun jákvæðara í garð sinna leikmanna heldur en Káramegin, ertu ekki sammála því? Jú, ef að þetta verður staðan í hálfleik þá getum alveg trúið að það verður skiptingar bara hjá Kárameinum. Já, eins og við komum inn á það er sterkur varamannabekkur þar, menn sem eru iðulega í byrjunliðinu. Já. Baldvin, með boltan fram á við, Marteinn og Mikael, já, þeir voru í þessum leik, þetta er kannski, er þetta einhver svíagrilla fyrir þá? Já. Hvað veit maður? Benjamin, en KFS-liðið er svona næra, eru tölvöld þjættari svona heldur en voru í upphæðu leiks. Koma og Kristján þeir reyna bara eðlilega. Það var kannski full mikil bjartsýni þarna með vinstri. Já. Marino, síðan á Marteinn. Við höfum ekki mikið séð af þessum boltum sem við vorum með þetta rósa sem mest fyrir hérna í upphæðu leiks. Nei. Þessar snöggu skiptingar eftir að þeir eru búin að færa hægri vinstri og að koma síðan meðan langan yfir. Sem var að skapa töluverða hættu. Mikael í fætunar á Hektor. Marteinn finnur Þór kemur inn á völlin, missir hann nógu langt frá sér og brýtur af sér síðan. Og aukaspyrna dæmt. Já. Sæbjörn sem að varð hérna fyrir Þór. Kemur langur bolti fram. Og vinna síðan annar boltan. Kemur sendingin yfir, Sveinn Svavar les það og aukaspyrna dæmd á, er það Þór? Já, mér finnst það að hann hefði teikað hann hana. Já, þetta er... Ég meina, þetta eru tækifærin sem að KFS menn hafa verið að... Þeir eru stórir, þeir eru sterkir, þetta er ekkert endilega grína að eiga við á hérna í teiknum. Kemur boltinn innan markinu og vinnalega Kristján. Hann snöggur að koma aðeins í leik, kastar út á Matthías hér. Gabriel nær að stoppa hann og hægja á honum. Það er mínúti eftir að venjulegum leiktíma hér í fyrri hálfleik, staðan 1-1. Alvöru bikar leikur sem við erum að fá hérna. Já. 2 deildir á milli liða og staðan 1-1. Benjamin út á Svein. Nú er að þjappa gestunum alveg niður hérna. Þá þarf að koma eitthvað til að sprengja það upp. Hektor tilbaka á Mikael, hann á Marino. Marino á Hektor. Hann út á Þór, fullt af rauðum treyjum í teignum núna fyrirgjöfin, finnur þá ekki. Mikael síðan með sendingun inn að teignum. Marteinn reynir að læða honum hann í gegn, gengur ekki, kemur langur bolti fram. Daniel, bara Helgi og fljótu fyrir hann að það. Þetta eru aðeins líkar að því sem við sáum hérna framan að leik. Boltinn út á Þór. Bara varnarvinnan bara mun betri hjá KFS núna síðari hlutan af fyrri hálfleik heldur en hann var í upphafi. En auðvitað spurning hvað úthaldið endist. Káramenn þurfa náttúrulega bara að vera þolinmóðir held ég. Svona af ýmsu að dæma þá sýnist mér Káraliðið vera í betra ásigkomulagi heldur en Sveinn með boltan inn á teiginn. Marteinn tekur hann niður. Gleymum ekki færinu sem að Marteinn fekk áðan í stöðun 1-0 sem hann gat hreinlega
tekið 2 snertingar á boltan áður en inn í marktegnun nánast áður en hann skauta marki. Benjamin skiptir yfir á Mikael. Mikael lyftur þessu inn á fjær en Sveinn nær boltanum, kemur með hann fyrir og fastur. Það endar hjá Benjamin. Mikil pressa núna hérna undir lok fyrir áleik hjá Káramönnum. Marinós. Þetta skýla sér á Matthías á endanum. Sveinn Svavar utan á honum. Boltinn inn á teiginn, Börkur með skotið. Það ná að kasta sér fyrir það. Baldvin Freyr nú KFS reyna eins og geta að halda þessari stöðu fram að hálfleik. Og við gerum okkur enga grein fyrir hvað er mikið eftir þessum fyrir hálfleik. En það eru 2-3 mínútur. Helgi er brotlegur hérna, já, þetta var hárrétt. Er ekkert spjald? Nei, ekkert spjald komið ennþá í leikinn heldur. Nei. Búið að vera frekar rólegur leikur þannig séð. Ekki mikið búið að gerast. Komnar 2,5 mínúta tæp fram yfir. Kemur langur bolti fram. Vinna fyrsta boltan. Kári á seinni boltan. Marteinn. Gunni Þór. Nú er lag að reyna að sækja hratt. Kemur sendingin inn fyrir en þetta er vel lesið hjá Björgvinni. Það hreinsar þetta út af. Kemur löng skipting yfir á Svein. Benjamin á Matthías. Sveinn Svavar. Fín vörn hér en hotspinna enga síður. Já. Væri rosalega sterkt fyrir Káramenn að fá mark hérna á þessum tímapunkti. Já, þetta er búið að vera heldur flatt hérna síðan þeir fengu á sig jöfnunarmarkið og það er búið svolítið að feilsendingum og rangar ákvarðanir. Fastur bolti á nærsvæðið og Helgi, þetta var það sem við vorum að reyna áðan. Já. Mjög sambarilegt við það og við sjáum hérna Helgi, þessi skall er ekki langt yfir markið. Kemur hann í hlaupinu. Enginn að eldan. Frábær bolti. Já, óheppinn hann. Fóru vel saman hann hlaupið og sendingin. Þá er hálfleikur kominn hér. Staðan 1-1. Ég bara hefði aldrei, eftir fyrsta hálftíman í þessum leik þá hefði ég aldrei geta ímyndað mér annað en að sko Káramenn ætti að vera með mjög þægilega stöðu en í staðinn er staðan bara 1-1 hér. Já, það er sofnað að verðum hann. Já, við skulum rifja upp mörkin bara snöggvast. Það var Hektor Bergmann sem skoraði strax eftir 5 mínútna leik eftir mjög svona fallegt uppspil. Þór með boltan hérna inn á fjársvæðið og Hektor stýrir honum í netið. Já, en stóðsendingin var á Þór Lorentz. Já, og þarna hugsaði maður bara, já ok, þetta verður bara svona dagur. En síðan einhvern veginn náðu KFS menn að loka betur vörninni hjá sér. Gerðist fóð lítið á milli marka. Já, en svo fenguðu þeir aukaspyrnu. Og upp úr henni, þetta var bara spyrnan hérna inn fyrir. Og við sjáum bara að hann er enginn með vörnin bara fer í að horfa á boltan. Já. Og Daniel Már Sigmarsson stýrir boltanum í netið og já, nú væri mjög áhugavert að vera að fluga á vegginn í klefa hjá Káramönnum. Já, ég get ímyndað mér að þeir eru ekki sáttir. Þetta er ekki búið að vera neitt sérstakur leikur hjá Káramönnum og ég kemur nú alls ekkert óvart að það væri 2-3 ár, jafnvel 4 skiptingar í hálfleik. Já, akkurat. Við sjáum hvað setur. Komum aftur með síðari hálfleik eftir cirka 15 mínútur, ekki fara langt.
Herri, já. Velkonir aftur, áhorfendur góðir. Það eru 2 skiptingar hjá Káramönnum. Við sjáum að Óskar Vasilevski og Finnbogi Laxdal er að koma inn á og við erum búin að greina það að annar leikmannanna sem að fóra að velli er Helgi Rapp Bergþórsson og við erum að reyna að rýna í hver er það ekki hérna? Jú. Og sýnist að vera Sveinn Svavar einnig. Já. Og í hans stað er að koma þá Finnbogi Laxdal. Fáum það staðfest hér og engin skipting hjá Vestmannaeyingum fyrir utan þá náttúrulega skiptingu sem að varð hjá þeim í fyrri hálfleik þar sem að Hafsteinn Gísli þurfti að fara að velli og Ágúst Marel kom í hans stað. Við vorum svo sem búin að spá þessu að það yrðu skiptingar og hérna það átti að nota þennan leik til að hvíla leikmenn en það fór bara öðruvísi. Nei, Helgi og Sveinn kannski ekki búin að spila mikið heldur í vetur, þannig að kannski ekkert óeðlilegt heldur, kannski var þetta fyrirfram ákveðið, maður veit ekki. Gæti verið, en sjáum að Benjamin Mehic er komin þá í miðjuna þar sem Helgi var áðan og stígur hann upp. Já. En annars er hérna Mikael og Óskar Vasilevski kemur inn í hafsendastöðuna, bara hrein og bein skipting þar, Kristján í markinu og síðan er hérna Marino Helm Mattias og Martin Theodorsson, Þór Lorenz, Hektor og Börkur frammi og svo Finnbogi Laxdal þarna úti herra megin. Þarna erum við farin að kannast við okkur hérna aftur. Og við KFS þannig skipað af Maximilian Antoni Bulga í markinu og aðri leikmenn eru Hallgrímur Þórðarsson fyrirliði. Síðan er hérna Gabriel Þór, Björgvin Geir, Sigurður Grétar Benónísson, Ásgeir Elíasson, Daniel Már, Sæbjörn Sævar, Baldvin Freyr og Sigurður Valur og einnig er komin inn á Ágúst Marel Gunnarsson. Eflaust verið bara fín stemming hjá Eyjamönnum í klefanum. Já. Ímynda mér að það eru örlítið svona þyngri stemming hjá Káramönnum en... Já, þeir vita það nú Káramönn manna best að þeir eiga að gera betur. Hektor með sendingunni þetta inn á tegin. Já, akkurat. Varamennir Óskar, Finnbogi. Finnbogi Laxdal, auðvitað, hér kemur fínt færi hjá, það er Marino Hilmar sem á þetta fína skot hér. Það fyrir upp í. Og þetta er í rauninni bara, hann er óöppinn að þetta skot er bara beint á Maximilian. Já. En já, ég ætlaði að fara að segja það hérna, Finnbogi Laxdal er auðvitað bara nýkominn úr Haukum. Ég menna hann spilaði með Haukum á síðasta tímabili, spilaði 18 leiki í annarri deildinni. Þannig að hann er með nýlega reynslu úr annarri deild. Og einnig í 2023 sumarið, þar spilar hann 9 leiki. Hann hefur skorað þá 4 mörk alls fyrir Hauka. En síðan þar áður er hann í rauninni spilar náttúrulega, auðvitað er þetta líka fyrrverandi leikmaður Kára. Já. Spilaði hér síðast 2022, spilaði þá 17 leiki, skoraði 5 mörk. Það var frábær það tímabil. Þannig að klálega styrkur að fá hann aftur heim. Börkur hérna, Finnur, Þór, fellur síðan við. Nei, Finnur ekki Þór. Baldvin Freyr kemur þessu frá. Og Mattías með frábæran snúning og þeir ná að verjast þessu. Björgvin á að koma í veg fyrir hann kemur hann bara aftur Mattías. Kemst ekki frá með. Mattías búinn að vera sprækur á köflum hérna. Já. Fæltur 2006. Marteinn á Hektor.
og bolt. Og, Þannig að vantaði lítið upp á hennar að Björgvin Geira já, að stoppa þetta. Börkur. Þór. Hann er tilbaka á Marino. Fyrirliða Káramanna. Mikael Þór. þetta er langt svo í næsta keppnisleik hjá Káramönnum. Það er rúmur mánuður, eða 3 vikur eða svo. Hún ætlar að spila í undanúrslitum í Lengjubikar B-deild og keppar á móti Víði mánudaginn 21. apríl Þeir enda við markinu hérna, já fyrir ekki. klukkan 4. Já. Er það ekki í páskrafríinu? Jú, það er bara þannig. Annar í páskum eða eitthvað svoleiðis? jú, mánudagurinn 20. Já, Já. þetta er annar í páskum. En hér liggur Baldvin Freyr eftir og leikurinn var stöðvaður hérna. Við skulum kannski að sjáum aftur hérna. Þarna fellur hann nú, er hann fallinn og Martin setur hann í netið en nú staðan að fætur hérna. Sá nú ekki hvað gerðist þarna. Þetta var eftir viðskipti sín við Börk. Bernhard. Lent ofan á honum eitthvað svoleiðis. Já, það er langt bil, en eru Káramenn ekki að fara í einhver æfingarferð eða eitthvað svoleiðis? Jú, með minni það. Þeir eru að fara loksins. Ætla þeir að fara í ferð. Þetta er bara partur af, þetta er bara Já. framþróunin sem er bara búin að vera stöðug. Búið að vera að tala um þetta í mörg ára, ætla að fara eitthvað. Það var ætluðu að fara til Skotland sen eitt árið held ég minni mig. Gekk ekki. Já. En Það var að KFS hérna með aukaspyrnu. Þeir hafa verið hættulegir í þessum. Boltinn inn á tegin Kristján. Út úr markjun lendir á Benjamín þarna. Þannig var eitthvað vandaði upp á samskiptin. Frábærlega gert. Finnbogi. Og óöppin hérna Hektor að ná ekki að taka með sér. Benjamín vinnur boltan. Setur hann ákveður að setja hann beint inn fyrir. Finnbogi Laxdal. Eldir og hann er bara með boltan. Og þetta er frábærlega varði á Maximilian. Boltinn til hans aftur og þetta endar í markinu. Það er Börkur Bernhard sem að kemur Káramönnum aftur yfir. Frábær sending og frábært hlaup já, hjá Finnbogi Laxdal alveg eldsnöggur. og þetta mark, þetta er náttúrulega bara akkurat það sem Káraliðið þurfti hérna strax í upphafi. Það er ekki nema bara einhverju 6 mínútur liðnar af síðara hálfleik og þeir eru búin að skora aftur. Frábær sending. Mér fannst eins og þetta væri of innarlega fyrir Finnboga en hann er bara gríðarlega fljótur. Gerir vel að halda honum inn, engin rangstæða þarna. Nei, og Maximilian ver í rauninni fyrsta skotið bara mjög vel en boltinn hrekkur aftur til Finnboga. Og Nú koma Káramenn alveg trillir til leiks. já, hörku byrjun hérna á síðari hálfleik og ég ætlaði nefnt að segja sko að því að það voru Benjamín þegar hann sendir hennar bolta inn fyrir á Finnboga, hann var með fullt af möguleikum. Hann gæti líka sett hann yfir til vinstri sem voru bæði Þór og einhver, ég sá ekki hver það var annar en svona geta kannski þjálfara teimið hjá Káramönnum aðeins anda léttar eftir kannski það var þeir hafa greinlega rifjað upp hvað var að virka í fyrri hálfleik. Já, Marteinn. Fyrir skotið þarna vel framhjá. Við erum að sjá aftur þessar sendingar, þessar löngu sendingar, skásendingar sem að bara við vorum bara hættir að sjá hérna í fyrri hálfleiknum. Það myndi ágætlega gert hjá Martinni, hann er svo sem ekki í jafnvægi þegar skotið kemur. Benjamín sterkur í loftinu sem fyrr.
Sendingin inn fyrir og Kristján kemur út úr teiknum og já, setur hann bara fram. Hector tekur frákastið. Hector nær að halda þessu og Erfið sending. Matthías setur aðeins og innarlega en Matthías gerir þetta Og vel. vinnur hotnsins mér, já. Já, Gabriel Þór hefði nú kannski bara betur tekið boltann og hann ætlaði að reyna að skýla honum hann. Já, bara of löng leið að fara hann. Svona kannski hefði verið skynsamlegra að bara setja hann í innkast eða allavega taka stertingu og kannski freista þess að fá þá aukaspyrnu. Maximilian í vandræðum, slærit út í teiginn. En Vestmannaeyingar ná að koma þessu frá beint á inni miðju hringinn þar sem að Kristján er búinn að setja bækistöðar. Matthías kemur inn á völlinn, skiptir yfir til hægri. Það er Þór. Leggur hann út til hægri, þá kemur Finnbogi með boltann fyrir markið og Hector Bergmann bætir við öðru marki. Frábær sókn Káramanna. Og enn aftur Finnbogi Laxdal. Já, þetta er bara frábærlega gert. Og bara 2 mörk hérna á einhverju 3 mínútna kafla. Og svona nánast svo gott sem kannski búnir að drepa þetta, ég veit það ekki. Sjáum þetta aftur hérna. Finnbogi með komið 2 stóðsendingar. Já. Það er 1, 2 stóðsendingar á 10 mínútum. Það er ekki slæmt. Þetta er akkurat það sem menn er að gera þegar koma inn á sem varamenn. Það er bara þannig. Og Hector Bergmann fínt að skora hér. Og aukaspyrna dæmt hér á Benjamin. Áhugavert, það er ekkert spjaldkomi í leikinn ennþá, svo sem verið prúðmannlega leikinn, það er ekki máli. Hallgrímur með langan bolta fram. Martin gerir vel. Finnbogi. Sko Finnbogi er líka svona í mínum huga, hann er hérna frábær svona sem vængbakur. Já. Bara hlaupagetan, hraðinn, sjáum hann bara hérna af stað. Að hérna, en líka sterkur varnarlega. Þessi vængbakvara staða, hún er að verða hérna, verðmættari og verðmættari eftir sem að svona fótboltinn þróast. Það virðist vera að mörg lið eru að vinna með þetta. Við þekkjum það nú með okkar lið í Englandi, Auðun, já, þeir sem að veðja þá og þjálfa sig upp sem vængbakverði, þeir eru alveg að uppskera hendi núna. Já, í launum og vermiðum og annað. Það hefur líka gott verið bara í þessu samstarfi í og Kára að spila í rauninni sama leikkerfi eða svipað, það sem að vera að þjálfa leikmenn í þeim stöðum sem að getur svo vonandi stíð upp í þegar að kemur að því. Akkurat. Og gildi sama við annan flokkinn. Þetta er náttúrulega, já, spurningum af því að sko þetta hefur náttúrulega bara eins og segir búið að marg sanna sig, sanna gildi sitt fyrir bæði félög, skulum við segja. Að auðvitað að með því að vera að spila svipaða taktík og meistaraflokksliðið hjá IA, þá er þetta, og það er auðvitað tenging á milli, innan þjálfarateymisins. Þetta er annar flokkur, eða IA Kári, þetta er það er mjög náið samstarf þarna á milli og jafnvel sömu menn á köflum. Já. Gleymum því ekki að Aron Ýmir er náttúrulega yfirþjálfari í Yngri-Loka 11 manna bolta. Já. Og að gera allt sem þú getur til þess að minnka stökkið þegar leikmenn úr Káraliðinu er að kalla þér inn. Og það hefur nú verið svona þema gegnum árin þegar að Káramenn gengur vel á sumrin, þá er yfirleitt að minnst kosti einn leikmaður kallaðar upp í IA-liðið. Hlynur Sævar, Páll Sindri, Alexander Már á sín tíma. Já. Kemur boltinn út til hægri, Matthías.
En fín vörn þarna, Matthías gefur það ekki. Og boltinn rekkur út úr teignum hérna. Sjá maður allir nema Daniel. Komnir inn á þarna síðasta fjórðu. Mikael ákveður að fara í skoti hér og reyna á Maximilian. Sem var vel á verði. Vel vakandi að þarna. Strákurinn. Hreyfingar á bekknum hjá Káramanum, frábær bolti Þór Lorenz. Þór leggur út í teiginn en enn það Björgvin Geir sem að stoppar þetta. En augna konfekt þessi sending inn fyrir. Hárfínt bolti og Þór í rauninni gerir vel en bara Björgvin sem að gerir enn betur. Það var Matthías með hornið. Óskar nær honum. Daniel setur þetta út í teig, Marino. Þessi síðari hálfleikur gæti reynst bara ansi langur og lengi að líða fyrir gestina, sýnist mér að svona stefna í það. Hector út á Óskar. Óskar aftur fyrir og í varnarmann og aftur fyrir. Já. Mér sýnist nú Sigurjón Logi og Sigur Hrannar að koma inn á. Sigur Hrannar fekk nú rautt spjald í síðasta leik en það var í Lengjubikarnum. Það færist ekki yfir. Nei. Þannig að já, það ekki orðið alveg þannig að keppnirnar eru svona aðskildar að fáir rautt spjald í þá bikarleik til dæmis að þá ertu bara í banni í næsta bikarleik í rauninni. Við erum bara gegnum allan pakkan. Já, Sigurjón og svo eru KFS sýnist mér líka að gera tilbúna skiptingu hjá sér. Svona fyrirfram hverju myndirðu búast við að færa út af fyrir Sigurjón og Sigurð? Það verður eftir bara hverjir voru kannski að spila í gær. Það voru þá kannski Hector og gæti Marteinn eða Arnar Hilmar nú vanur að spila alla leiki alltaf. Þannig að já. Hector náttúrulega á þrennunni sko. Já. Þetta Börkur. En ekki það, kannski menn ekkert að hugsa svoleiðis. Mikael með skiptingunni yfir á Finnboga. Finnbogi nær að taka með sér. Leggur hann tilbaka Óskar. Og Óskar misheppnuð sending frá honum. Og vel lokað þarna hjá Finnboga. Þá skipting á báðum liðum. Og tvöföld skipting hjá KFS líka. Það Matthías. Matthías fyrir á velli. Og Hector bara. Smá tilfærslur og Þór fyrir yfir á hægri kant. Já, við byrjum á staðfesta þetta hér og hinn skiptingin, hvað sagðirðu, það var Hector út af. Já. Og í hans stað kemur þá Sigurður Hrannar. Sigurður Hrannar. Og svo vorum við með skiptingar hjá KFS. Nú náði ég ekki að sjá hverjir þeir voru. Tókstu eftir því? Nei, ég er bara ekki viss um að komnir inn á. Nei. Þeir eiga ónota varamenn hérna Emil Gautason, Jóhann Inga og Þórð. Við sjáum bara
Maximilian Sigurjón Logi. kaldur hérna og enn já, menn taka bara sénsinn að leika sér að varamönnunum hérna. Nei, þeir eru ekki komnir inn á gestirnir. Flottur bolti. Sigurður sendur hann yfir á fjær og það er svo hátt þarna og þarna er nú smá læti. Það er svona smá pirringur, maður er náttúrulega, það var ekkert verið neitt svoleiðis ennþá í þessum leik. Nei. En það er alltaf stutt í hittan hérna í... Sigurður Valur hafa svona ungeðinslegt svolítið þarna. Já. Svona hann var að reyna að veiða kannski fimmboga í eitthvað. En Káramenn núna bara með fulla stjórn á þessu. Marteinn á Benjamín. Þetta er árangursrík taktík virðist vera með þess að tryggja manna vörn að geta bætt við manni djúpum á miðuna. Þú veist, með svona vel spilandi varnarmenn eins og Óskar og Mikael og Benjamín. Já. Þá er þetta lítið mál. Mikael náttúrulega kannski mest búinn að vera að spila á miðjunni. Óskar og Benjamín hafa nú verið að leysa bakvarðarstöður oft. Marteinn og sjáum að þeir í róligheitunum pakka KFS-liðinu niður og frábærlega spilað. Finnbogi út í teiginn og Sigurður Hrannar með skot og Börkur síðan með skallan og bakfallspyrna og þetta er ekki búið. Þvílík sókn hér hjá Káramönnum. Við þurfum líka að sjá hana í heild sinni. Þór Lorenz með bakfallspyrnu, þannig að það var ekki langt frá því. Sjáum þetta aftur hérna. Góð bolti á Finnboga fyrir hérna í... Hallgrímur sýndist mér að vera fyrir þessu skoti og... Þór Lorenz og Maximilian og Sigurður í stöngina. Þetta var hörku atburðar á sátna en þá kemur skipting hjá Káramönnum, nei KFS segi ég. Það eru Daniel Már og já, leikmaður sem er skráð vitlaust þarna. Já. Daniel Már sem að ég og sjáum við eitthvað hver er að koma inn á í staðinn. Sko, þeir eru Emil Jóhann Þórður við staðfestum þetta á eftir. Það vantar sárlega spegil hann hérna megin sko, eða eitthvað. Það er að mynda eiginlega. Já, eða að fá varamannabekkina hérna megin, það væri líka fínt sko. Við finnum út úr þessu. Þeir koma hérna annars vegar inn í fremstu vílinu og hins vegar í vörnina. Það er leikmaður númer 18 allavega, Þórður Örn er komin inn á hér. Sigurður. Og hver var hinn sem fór út af Sigurður? Hér er dauðafæri. Þór Lorenz Þórðarsson að skora. Mark og stóðsending frá honum í dag. 4-1. 4-1 og það er Þór Lorenz eða ekki sem að gerði þetta mark. Það var hann. Já, vorum við ekki búin að áætla að leikmann númer 16 var leikmann númer 4. Jú. Gabriel Þór Harðarsson. Það er þá já, myndi gíska að það væri leikmann númer 15 sem hefði komið inn á. Já, en við skulum sjá þetta mark aftur hins vegar að það er svona til að verða allt voðalega þægilegt. Þarna er bara vörnin bara algjörlega víðsfjarri. Já, það var leikmann númer 15. Já. Jóhann Ingi Þórðarsson sem kom inn á.
Þá fáum við það staðfest hér og fáum staðfest líka hér markaskorara Þór Lorenz og nú er í rauninni bara orðið spurningin það eru 22 mínútur eftir að venjulegum leiktíma hérna og þetta verður alltaf orðið bara spurningin hversu stór þessi sigur verður hjá Káramönnum. Já. Bara komnir í næstu umferð og það var náttúrulega væntanlega yfir markmiðið í dag. Það eru allavega 3 leikmenn sem að ég veit að eru alveg æstir í að skora. Það eru Marin og Hilmar vill alltaf skora, Sigurður Hrannar sjálfsög og Sigurjón Logi. Já, þetta er auðvitað bara hvert mark skiptir máli á þessum líka ástíma, að byggja upp sjálfstraustið og annað, þessum að markaskorar er alltaf bara lifa á því sko eins og loftinu. Sigurjón Börk, Sigurjón gerir þetta vel. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir Káraliðið að Sigurjón komi tilbaka heill og haldist heill eins og komst inn á hann að búinn að vera frá í einhverja 5 mánuði og eins og ef hann spilar eins og hann spilaði á síðasta tímabilið þá myndi hann styrkja flest lið í annarri deildinni alveg klálega og jafnvel þó að ofar verði leitað. Mörkur og nú er hann ekki alveg á sömblaðsíðinni. Nei. 20 mínútur eftir. Sigurjón Logi í öllum keppnum á síðasta tímabili skoraði 16 mörk frá miðjunni, það er nú ansi gott. Og ykkur á stóðsendingar líka hann hefur farið yfir 20 marka á stóðsendingar. Þetta gerir vel. Haldan vel Benjamín, Börkur, finnur Sigurjón fer hann fer ekki í skotið alveg strax. Fallega spilað hjá Káramönnum. Mjög vel spilað. Þarna kemur fyrsta spjaldið. Já, fyrir að ákalla drottinn. Það er leikmaður númer 17. Og síðan skipting með þetta saman. Það er hann Kolbeinn með Heggi. Já, og af velli kemur, er það Benjamín sem kemur af velli, já? Já. Kolbeinn Tumi Sveinsson. Benjamín átti flottan leik. Já. Stýrði svolítið leiknum hann á aftur til línu. Það er spurning hvað... Já, það er spurning hvaða tilfæringar hafa orðið. Marin og Hilmar er nú þarna komin þarna í... Ég myndi nú gíska á að Sigurjón Logi ætti nú að droppa. En Börkur fer hann inn á miðjuna, segist mér. Já, Kolbeinn fer út í vinstri kantinn. Marteinn er líklega komin hann að... Já. Nei, menn fara bara í 4 manna, það er ekkert ólíklegt. Mikael með skiptingunni yfir á Finnboga að vera með svona góða spyrnumenn í þessum stöðum sko, eins og nefndir áðan, Óskar og velspilandi, Óskar og Mikael og Benjamín að eiga möguleika á þessum löngu sendingum. Já. Og bara töluvert gæði í þeim. Nei, Martin dettur hann niður í miðjan niðurinn. Eyjamenn eitthvað að reyna að klóra í bakkann. Kolbeinn kemur þessu á Börk og kemur sér með langa sendingin fyrir. Það var engin rangstæða þarna. Virkilega vel gert
enn og aftur hjá Björgvini Geir. Hún er sannlega búin að vera betra en enginn hafða í vörninni. Kolbeitt fær hann hérna inn fyrir og enn er það Björgvin sem að stoppar þetta. Við erum búin að nefna hann Björgvin ansi oft í þessum leik. Búin að vera ansi svona afstýra því svona allra versta. Mjög mikið verið í því að Kristján er nú komin hérna bara inn á sóknarhelming hér. Svo er náttúrulega spurning hvað við sjáum mikið af því þegar komið er inn í deildakeppnina, skilurðu? Já. Þegar kannski gæðin í mótorjónu verða sífellt meiri. Kemur boltinn inn á teiginn. Börkur leggur hann út á Finnboga. Hann er ekki að finna samherja og innkast. Hún er kannski allt í lagi að bara svona skoða hvaða liðum eru Káramenn að fara að spila á móti í sumar. Þetta er nú töluvert af ferðalögum í sumar. Önnur deildin er svolítið dreifð en hún er gríðarlega öflug. Það eru KFG, Ægir, Þrótturvogum, Víðir, Víkingur Ólafsvík. Það sem við hefum nú held ég 2 eða 3 skagamenn. Grótta, það sem að einn skagamaður er í markinu þar, Marvin Darri. Höttur Huginn, Dalvík Reynir, Haukar, KFA og Kormákur Hvöt. Já, af þessum liðum sem þú búin að nefna þá erum við bara að tala um nokkur lið sem er ekkert langt síðan að voru bara reynilega í þeim er að vera með Gróttu sem að er ekkert mjög langt síðan við vorum í úrvalsdeild. Nei. Víkingur Ólafsvík sem að er ekkert langt síðan við vorum með í úrvalsdeild. Ægir var náttúrulega í lengjudeildinni. Fór ekki upp í úrvalsdeildir hann okkur. Nei, við vorum síðast með IA í lengjudeildinni. En hér er að skapast færi sem að Vestmannaeyingar ná að koma frá. En þetta er gríðarlega sterkt. Og eins og segir, við erum að tala um fara austur á Hérað. Já. Það er KFA hérna, Austurland. 2 Austurlandsferðir sko. Já. Það er... En svona þar fyrir utan og Dalvík Reynir og Kormákur Hvöt. Þetta er svona... Já, þetta er þessi svona ferðalög. Það er einungis 3 lið á höfuðborgarsvæðinu. Stór höfuðborgarsvæðinu. Frábærlega gert Sigur Rannar hérna. Beint á Maximilian. Já, en frábær sending hérna frá Kolbeini, sjáum þetta aftur. En ég sé þetta einmitt líka á þessum lista sem að þú varst að fara yfir að þarna eru mjög svona kunnuleg lið sem við erum mjög oft með hérna í beinni. Þrótturvogum og Víðir Garði. Þetta eru þau lið sem að held ég að ég sé gult spjald á loft þarna. Á... Bara Björgvin eða? Já, mér sýndist það. Já, Þrótturvog og Víðir er örugglega mest sýndi leikurinn hérna, Kári Víðir. Það er örugglega líklegast, það er alltaf hörku leikir. Sterk lið þarna á Suðurnesjunum. Já, ég get nú meira sér bara að fletta þessu upp sko. Við náttúrulega erum að höldum hérna saman ansi fjölbreyttri hérna tölfræði okkar störf hér og meðal annars hvaða lið koma oftast í heimsókn Finnbogi með boltan fyrir markið. En það var skemmtileg tilraun. Þetta var Börkur við það að hann hefði nú bara ekki mikið þurft að gera til að stýra þessum bolta í netið. Nei. Já, við erum að tala um sko Víðir Garði og Þrótturvogum hafa bæði þessi lið hafa verið 6-sinnum. Ásamt Augnablik. Ásamt Augnablik hérna í leikjum Kára.
eða gegn Kára, í gegnum tíðina hjá okkur, í beinni, það að segja. Og þannig að við erum... Og eins og segir, og ég man líka eftir bara mörgum með Þróttu Vogum, sko, Ragnar Þór hérna á mótið þeim. Þetta var alltaf hörkuleikir, erfiðir. Erfiðir útivelli líka að fara á í Garð og á Vogana. Síðast þegar Víðir Garði kom hérna í Akraneshöllina í fyrra, þau náttúrulega voru saman í þriðju deildinni í fyrra, þá fór leikurinn hérna heima 1-1. Og 2023 voru þau líka saman í þriðju deildinni og þá töpuðu þeir hérna 2-3 fyrir Víðir Garði, þannig að þetta er snúin deild, alveg klárlega, og ég er viss að náttúrulega liðin fyrir austan koma til með að taka töluvert af stigum á heimavelli, myndi ég halda. Já, svona gegnum tíðina hefur það verið Sigurjón leggur hann út í teiginn og þarna er að reyna að finna Sigur Rannar Þór Lorenz í skotið og klárar þetta. 5-1. 5-1. Þór bætir við marki hjá sér á 80. mínútu. Og skulum rúlla þessu í gegn aftur hér. Virkilega. Og enn er það, sérðu þarna bara, þetta er keimlíkt plássið sem eru með þarna hægra megin. Er orðið ansi drjúgt. Það er þá 2 mörk og stóðsning frá Þór í dag. Já. Og skipting hjá KFS. Hver er það sem að fóra að velli? Mér sýnist að það hafi verið Sigurður Valur Sigursveinsson sýndist það. Já. Númer 22. Það er nú bara einn maður eftir þarna. Já. Þeir bekkjabræðurnir gerir ráð fyrir Emil Gautarsson kemur inn á í staðinn, númer 5. Báðir fæddir 2008. Og já, þá eru allir varamenn komnir inn á í báðum liðum, ekki rétt hjá mér? Jú. Já, það er ekki fleiri skiptingar í boði, væntanlega Gísli Fannar Ottesen auðvitað ekki er ónotaður varamaður hjá Kára sem og Kasper Úlfarsson varamarkmaður, en þá koma Káramenn á fleygiferð. Marino, frábær sending á Kolbeinn og hendi þarna, ekki dæmt. Já, hér. Þetta hefði staðan verið önnur og jafnari, þá hefði þetta geta verið risastórt atriði. Boltinn var farin hann út af, en Þór Lorenz. Ég held að við verðum að sjá þetta aftur, því að þetta er... Þetta var ekki ég er nokkuð viss að hafa skilið höndunum bara eftir þarna. Já, en þetta er fyrir þetta er alveg á mörkunum að vera inn í teignum. Já, sjá þetta hægt, er það hægt? Já, það er allt hægt. Það er allt hægt í þessu. Sjá. Ekki rétt að sjáum hérna Kolbeinn með sendinguna föst í frábær móttaka hjá Sigurjóni. Sigurjón sækir á Hallgrím með boltan inn á fjær aðeins og aftarlega er hann Sigurjón hérna. Við skulum sjáum þetta aftur hérna. Það er lítið hægar. Nokkuð við sem að hann dregur boltan hérna alveg klálega, en spurningin er líka hvort að staðsetningin á dómaranum er þannig að hann hreinlega er bara í snóker hérna, eins og við sjáum. Eða sést þetta að hann bara akkurat sér ekki. Nei. Og menn get ekki dæmt á líkum, það er bara svo leiðis. Og vill til að þetta kannski mun ekki ráða úrslitum í leiknum. Nei,
það er ólíklegt. Já, það má eitthvað mikið gerast allavega til þess að það. Og 83 mínútur liðnar og KFS svona að reyna að ná sér í einhver sárabóta mörk hér. Sýnist að síðast þegar KFS kom hérna í heimsókn, það var í maí 2022 í þriðju deildinni, þá sigruðu KR-menn 3-0 og þú varst að lýsa? Já, man ekki eftir því. Nei, þetta rennur allt saman hjá okkur. Og Kolbeinn Tumi fer á hægri fótinn, reynir skotið. Þeir ná að loka fyrir það. Fór upp í hana. Og þá bara byrja KR-menn þarna. Ég er miklu hrifnari af þessari framkvæmd á þessari reglu. Já, Óskar Vasilevski, nei. Það er bara hlegið að hann á bekknum. Já, þetta var svona svipað eins og, ég veit ekki hvort þú manst þetta markinu sem að Vincent Kompany skoraði hérna árið. Það var verið að garga á hann víst, ekki skjóta. Ég runni nú deildin held ég bara út af því. Já, en þetta var svona svipað dæmi, nema kannski örlítið önnur útkoma. En Óskar getur bætt þetta. Ég held að það sé líka bara, sko, þegar öll eru á botninn hvolft eftir að, sko, seinni hálfleikurinn svo sem rennur saman í þennan fyrri hálfleik sem að við vorum kannski ekki nógu ánægðir með. Nei. Heilt yfir, þá hljóta menn að vera bara nokkuð sáttir komin í næstu umferð. Það virðist vera að menn sé að komast nokkuð heilir út úr þessu. Já. Leikmenn fá mínútur sem að 30 mínútur og svo framvegis. Þannig að heilt yfir myndur ekki segja það að Andri og félagar séu bara nokkuð sáttir. Jú, kannski bara svona áherslu atriði eins og í fyrri hálfleik sem að fóru yfir í hálfleik og sem að þeir bara læra af fyrir næsta leik. Já, og þetta er kannski það sem að það er Sigurður með gott hlaup á fjær en Hallgrímur vel staðsettur. Það er í rauninni kannski má skrifa þetta mark sem þeir fengi á sig. Það var bara, þeir slökktu á fókus, varnarmenn, duttu í að horfa á boltan sem að náttúrulega bara á auðvitað ekki að gerast og gæti orðið mjög dýrt. Marino Hilmar! Og Marino Hilmar fyrir annar bæti við 7. markinu hér og þetta er bara að verða ansi súrt fyrir gestina. Sjáum þetta aftur hér. Vel gert. Jú, vel klárað. Tekur hann á loftið þarna. Og þetta marka 87. mínútu. Skiptingu yfir. Sæbjörn. Kemur í skotið. Vel varið á Kristjánu, vel staðsettur í markinu þarna. Það er ákveðin svona gæðastimpill þegar við þurfum að skrolla markaskorunum. Já, það er alltaf kynnslegt. En ég trúi nú alltaf að það verði miklu bætt við hér. Nei. Svona ágætis ferðalag fyrir þá og leiðinni heim og svona. Akkurat. Ekki nema að gera sér bæjarferð úr þessu og fara í kringluna eins og menn gera svona landsbyggðar. Liðsþéttingur. Já. Já. Og
Þannig vil ég taka það skýrt fram að ég nefni það af því að, og ekkert til þess að tala illa landsbyggðina þegar ég landsbyggðin. Já. Og vera að tala bara Nei. af reynslu þar. Þá sjaldan með bræðu sér í borgina, þá var Kringlan nauðsynlegur áfangastaður. En bara svo það misskilist ekki. En aukaspyrna, dæmd hér. Finnbogi þarna og Þorri. Þannig spjald, jú, hann var kallað því, það reyndar mikið. Hver var það? Finnbogi sparkaði boltanum burtu. Þetta var hann svolítið eftir pöntun, hann að... Já, var hann bara... Eða er hann að fá tiltal? Hann er að fá tiltal. Já, hann nú tegði þessu í vasan hann að... Já. Það var óþarfi. Já. Og þarna ætlar hann greinilega að reyna að veiða í spjald þarna og bara Þór náði að koma sér frá. Bara áfram með þetta Þór, það ekki? Já, hvað er hrægt? Býta aðeins. Býtu við. Ég Bolti Finnbogi, Kolbeinn er þessu vandalega. Já, heldur þessu ná. Gerir vel þarna. Kolbeinn Tumi og Sigurjón farin aftur. Var hann á halda honum vel þarna. Já, það vill meina að það hafi verið hrætt á sig þarna. Já, það sést, ég er að skoða myndefni, það er ekkert, sést ekki hjá okkur, en vonandi að sjálfsögðu er það einhver orðum aukið. Kemur Sigurður Hrannar, allar hana. Og fellur við og það er vítaspyrna, klárt. Já, hrætt á hann en ekki, þá var hann bara sattur að þurrka þessi buxurnar halda áfram. Já, sjáum aftur hérna Kristján sem byrjar þessu sókn. Frábær hlaup. Sigurður gerir nú vel hérna, þetta nú bara... Og er það ekki bara Sigurður Hrannar sem tekur þessa spyrnu sjálfur? Það er alltaf reglan samt held ég að það sem að færa tekur ekki. Nema maður sé markaskorari sem bara vantar mörk og vill fá mörk. Já. Og mér sýnist að vera Sigurður Hrannar sem að fer á punktinn. Þetta sé líka bara örugglega síðasta spyrna leiksins. Já, mér finnst það mjög líklegt. Sigurður Hrannar skorar miklu öryggi. 7-1. Ekki nokkur einasta spurning. Sigurður Hrannar Þorsteinsson, bróðir hans Steinar, skoraði eitt af mörkum Skagamanna í gær. Jó. Og þá er bara flautað af. Já, Káramenn fá þá Árbæ eða Þorlák í næstu umferð sem verður 5. apríl, laugardaginn 5. apríl klukkan 2. Já, laugardaginn 5. apríl, það er bara, og það er væntanlega heimaleikur þá líka, já. Næstu viku. Já, og við bara stefnum á sýna hann. Annars veki bara athygli fólks á einmitt á því að fylgjast með dagskránni hjá okkur núna. Fótboltinn er kominn inn alveg langt fram á sumar. Hvaða leikir eru á dagskrá hjá okkur og hver fólk til að fylgjast með því á iatv.is. Við förum kannski bara að rúlla mörkunum hérna í gegn. Ég glemdi náttúrulega einu auðningi, nú er leikur lokið. Þú fær það skemmtilega verkefni kannski að velja mann leiksins í þessum fína leik. Já. Svona heilt yfir hjá Kára. Hvern myndirðu velja? Mjög fínn leikur. Það er kannski bara best að setja á Þór Þórðarsson. 2 mörk, 2 stóðsendingar og spila allar leikinn mjög flottur. Bara Þór Þórðarsson maður leiksins í dag. Já, bara vel að því kominn. Þór búinn að, átti bara virkilega fína leik eins og það voru margir að spila vel. Alltaf Hektor með 2, Finnbogi kemur inn með allavega 2 stóðsendingar hérna.
já, það var svo sem ekki mikla veikleika að sjá á Kára-liðinu í dag. Nei, það var svona kafli í fyrri hálfleik sem að kannski má setja bara á kæruleysi og einbeitingarleysi en það var náða að bæta upp fyrir það. Já, hérna nú sjáum við reyndar ekki mark heldur góðan spilkafla held ég. En já, þetta er svona gefur ákveðna sko bara ég held að hérna þetta hefur verið góð auglýsing fyrir Kára-liðið í sumar og fyrir okkur sem sagt að ætla að fara að sýna, þú veist, þetta er spennandi lið. Já. Spila skemmtilega taktík, þú veist, kannski líka bara, ég meina þeir sem að hafa, og það eru náttúrulega fjölmargir sem að hafa fylgst með Kára-liðinu hjá okkur og með okkur undanfarin bara dálítið mörg ár. Jú. Að hérna, að það er einhvern veginn alltaf stuð í kringum Kára-liðið. Hérna, eins og þetta kæruleysi sem kom þarna sem skapaði þetta mark, þetta er samt svolítið típist Kári, sko. Já. Leikir sem er eiga að vera stjórna, detta niður, svo koma þær upp aftur og þú veist, það er alls konar drama endalaust í þessu. Já, og skora 6 mörk í seinni hálfleik. Já, akkurat, og hér sjáum við einmitt að síðasta sigur hennar úr vítaspyrnu. Maximilian átti nú ekki möguleika, það er nú ekki margir sem að hefðu varið hann vel fyrir rétt horn, en já, Auðun, ég bara þakka þér kærlega fyrir samveruna hérna og þú kemur til með að vonandi að vera lykilmaður í lýsingunum hjá okkur frá Kára-leikjunum sumar, enda þekkiru vel til þeirra. Ingimar Elvar Ágústsson var á myndavélinni og þakka honum kærlega fyrir hans störf. Sjálfur heiti ég Örn Arnarsson og bara bið ykkur þangað til næst að bara fylgjast vel með hvað er að gerast hjá okkur. Bara hafið það sem allra best og njótið restarinnar af helginni. Takk.